Eyþingssvæðið sem nær frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru tæpir 22.000 ferkílómetrar að stærð. Þar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Í fróðleiksmálunum ætlum við að kanna framtíðarmöguleika á Eyþingssvæðinu á 8 mismunandi sviðum. Í fróðleiksmála dagsins fjöllum við landbúnað. Landbúnaður hefur frá því land byggðist verið ein af grunnstoðum íslensks atvinnulífs. Hann felur í sér nýtingu lands og auðlinda ásamt ræktun og nýtingu búfjár og ferskvatnsdýra til matvælaframleiðslu og verðmætasköpunar. Á svona stóru svæði eins og Eyþingssvæðinu er erfitt að finna einhverja eina sérstöðu þegar kemur að landbúnaði. Hann er bæði mjög fjölbreyttur og breytilegur eftir stöðum. Í Eyjafirði fer til dæmis mest fyrir mjólkurframleiðslu, í Þingeyjarsýslunum er öflug lambakjötsframleiðsla og eftir því sem við færumst austar eykst vægi sauðfjárræktunarinnar. Hér á svæðinu eru einnig fjölmörg fyrirtæki sem sjá það veigamikla framleiðsluferli sem felur í sér að búa til matvæli og aðra söluvöru úr hráefninu. Á mörgum stöðum á Eyþingssvæðinu hefur orðið mikil endurnýjun í bændasamfélögunum og ungt fólk er í auknum mæli með búskap. Í Þistilfirði er til dæmis mjög ungt bændasamfélag, ef ekki bara það yngsta á landinu. Sigurður Þór Guðmundsson er þar oddviti en við hittum hann og báðum hann að velta fyrir sér framtíðarmöguleikum á Eyþingssvæði þegar kemur að landbúnaði. Landbúnaður á Eyþingssvæðinu, hann stendur þannig að við erum með mjög stór afurðafyrirtæki, sláturhús, mjólkursamsölu og rauninni öflugan landbúnað. Ég meina fjórðungurinn af mjólkurframleiðslunni er á þessu svæði, 1/6 af sauðaframleiðslunni og rauninni stærri partur, 2/5 eða 2/6 eru unnir hér innan svæðisins. Þannig að gagnvart afurðastöðvum, afurðarúrvinnslu stöndum við mjög sterk, rauninni við með mjög háa hlutdeild miðað við okkar stærð. Og í framleiðslunni stöndum við vel. Ég meina öfluga bændur, frjósamt gott land. Landið er mjög breytilegt, við erum mjög stóran mun innan svæðisins. Ég meina heyuppskera hún er 50% meiri í Eyjafirðinu og Grímsstöðum og Fjöllum, þannig að svæði mjög fjölbreytt. Frá því að vera mjög gott og mjög gott landbúnaðarland og yfir í vera lægra landbúnaðarland, en við stöndum mjög vel, sterkt. Stærsta breytingin það er náttúrulega auðvitað þessi breyting sem er búin að eiga sér stað mjög lengi. Ég meina, það er endalausa leitun að aukinni hagkvæmni, betri rekstri, meiri rekstri, og það er náttúrulega felur í sér að ein hönd getur gert miklu meira en hún gerði fyrir mörgum árum síðan. Ég meina, þetta er leitun að hagkvæmni, hún er endalaus og hún heldur áfram og sem er svona svar við því að það þarf færri hendur til að framleiða það sama, þá er mann í endalausu leit að nýsköpun, nýjum atvinnutækifærum, nýjum rekstrartekjum og við sjáum mjög mikla þróun í því. Við viljum sjá meiri þróun í því, en ég meina, hún er rauninni ótrúlega þrátt fyrir allt sem maður heldur. Að bæta landbúnað á þessu svæði, það er ekkert fullkomið. Ég meina, meiri úrvinnslu. Við þurfum að skila, sjálfsagt er það eitt af tækifærunum okkar, það er að ná að klára fullvinnsluna meira, gera vöruna enn meiri í endanlegar neytendaumbúðir, selja beint frá okkur, ekki stunda einhvers konar umboðssölumennsku eða umboðsframleiðslu. Ég meina, það er svona eitt af þessum tækifærum. Auðvitað eigum við að bæta við búgreinum. Við þurfum að efla okkur í þeim búgreinum sem við erum ekki öflugar. Ég meina, það er ekki svínarækt, alifullarækt er ekki umfangsmikil á þessu svæði. Hestamennskan hún er stór þáttur og hestasala eða hestavöruframleiðsla, en auðvitað við viljum fá stærri hlutdeild. Við erum ekki öflug á því sviði. Margir mjög góðir, en svona heilt svæði í heild sinni erum við ekki sterk, held ég. Landbúnaður hann byggist annars vegar á því að þessari úrvinnslu og svo þetta að búa í dreifbýli. Það er flestir held ég hugsi landbúnað sem búsett í dreifbýli og það er náttúrulega það sem maður vill sjá er að hún sé eftirsóknarverð. Þá þarf fólk að hafa þar atvinnu, það þarf að hafa allt þetta sem þarf til að búa
menn vilja sömu þjónustu og þannig að þá þetta þessi endalausa leitun að auknum rekstri, meiri framleiðslu þá þurfum stunda þessa þróun, við vitum að við getum framleitt eldsneyti á bílana okkar úr grasi, það hægt. Og við þurfum að koma þessi í funksjón hjá okkur. Við þurfum að efla þessa hliði landbúnaðarins sem tengist iðnaðarframleiðslunni, iðnaðargeiranum og nýta okkur tækifærin og kunnáttunum sem við höfum úr landbúnaðinum til þess. Og þannig að það svona, og við munum sjá þessa hagrænu þróun áfram að að tæknivæðingin gríðarlega að verða og við erum að sjá mjög mikla möguleika. Það sem alltaf verður svona takmarkandi þáttur, það ræktarlandið. Við höfum ekkert endalaust land til að rækta og ekki rækta á hagkvæman hátt. Þannig að við getum ekki tala um að vera einhver sprenging í aukningu á landbúnaðarframleiðslunni sem slíkri, en það hægt að auka nýtingun á ræktarlandinu og það verður svona eitt af þessu stóru viðfangsefnum. Við þurfum að leita leiða til þess að nýta allir lífrænu áburðarefnin sem að falla til hjá okkur til að nýta þau inn í framleiðslunni og halda þeim inn í fæðuhringnum. Það svona eitt af þessum stóru verkefnum landbúnaðarins, það að leysa, það hvernig hringrásu við betur næringarefnin innan kerfisins okkar. Til þess að efla landbúnað þarf náttúrulega bara fólk að vilja búa í dreifbýli og þá gerir fólk bara kröfu, eða fólk gerir ekkert minni kröfu í dreifbýli en þéttbýli. Við viljum hafa samgöngur, við viljum hafa menningu, félagslíf, við viljum hafa heilbrigðiskerfi og þannig að það þessi sveitarfélögin geta gert. Þau geta tryggt að við höfum jafnan aðgang að þessu. Við viljum komast á internetið þegar við viljum geta keypt nýju bíómyndin okkar þegar okkur langar að horfa á hana, ekki bara þegar að RÚV þóknast að sýna hana. Við viljum komast leiðar okkar. Við viljum hafa aðgang að öllum þessum sem við teljum svona venjuleg þægindi. Og það sem við sjáum til þess núna að mesti uppgangurinn, ferðatengdur landbúnaður, ferðaþjónusta að verða okkar stærsti vaxtarsproti og það byggir samt á því að það búi einhver út landið og þar spilar landbúnaðurinn held ég svolítið rullu að sína blómlega sveitir og þá þarf að búa þar fólk en þetta fólk getur haft það atvinnu að þjónusta ferðamenn og þannig verður til menning og það það sem að fólk vill. Fólk vill hafa annað fólk í kringu sig, vill hafa menningu og svona, trygga búsetu og afkomumöguleika, atvinnu. Það bara þetta sem snýst og ef þetta til staðar þá gengur allt vel. Drauma framtíðarsýnin náttúrulega auðvitað svo að við rekum öflugan landbúnað. Og það kemur það inn á þetta, við viljum okkur langar til að framleiða meira af landbúnaðarvörunum sjálf. Við erum að sjá aukningu í kornrækt, í byggrækt. Okkur tekst ekki ennþá að rækta hveiti með öryggi. Við þurfum að halda áfram kynbótunum, rannsókninni, þróuninni, að búa okkur til jurtir sem við getum ræktað af öryggi. Við viljum auðvitað sjá það að hveitiræktun sé eðlilegur partur af okkur landbúnaðarflóru og hún getur orðið það. Kartöflur eiga undir högg að sækja, en það þá jurt sem við getum ræktað en býr alltaf svona, alltaf við erfiðar forsendur þannig að við sjáum ekki aukningu þeirri ræktun og það fjölbreytnin sem við þurfum að auka. Við erum að framleiða kjöt og mjólk og stöndum okkur nokkuð vel í því. Við erum að framleiða svolítið grænmetinn okkar en við þurfum að auka hlutdeildina í kornvörunum, við þurfum að auka hlutina í líftrefjaiðnaðinum. Þetta getum við ræktað og við kunnum að rækta þetta en bara svona okkur hefur ekki ennþá tekist að búa til strúktúrinn í kringum það að gera þetta að markaðsvöru. Þannig að það það sem ég vona að gerist, að við sjáum svona stærri flóru af landbúnaðarafurðum sem við framleiðum á svæðinu.